Í dag ætla ég að nýta flugu sem straumfluga, einhvers konar eftirlíking af hottsíli eða einhvers konar smáfisk. Heitir ekki neitt þessi fluga, þetta svona meira svona tilraun til þess að sýna hvernig hægt að líkja eftir þessum litlu kvikindum. Ég kom í krók í þvinguna frá Arex, NS 110, stærð nr. 6. Öflugur krókur og frábær í eitthvað svona dæmi og það ekkert að mannbúnaði. Ég með þráð frá Semperfly 12.0. Þetta Classic Wax, þetta bara venjulegur þráður. Að ósekju kannski ekkert vitlaust að vera með nanosilk eða eitthvað þýðinlegt, en það ekkert lykilatriði. Byrjum bara á því að klæða legginn vel í. Svona. Nú skottið, ég ætla að hafa skottið appelsínugult í þessari flugu og það algjörlega í ykkar höndum hvaða efnið þið notið. Það sem ég að nota svona kraftför appelsínugulur og það sem ég geri að ég tek bara svona gott knippi og held hérna endan og tek hérna löngu hárin úr og þannig minnkar þetta alltaf og minnkar. Ég ætla ekkert að hafa þetta neitt voðalega efnismikið skott. Svona cirka. Og bara festum við þetta niður hérna. Svona. Þetta smámunasemi og svona. Nú, vængurinn, það Sonker. Þessi heitir, þetta bara héri, eða kanina, héri. Og þessi heitir Golden Olive, held ég. Fallegur litur og kemur svolítið skemmtilega út í svona litlum sílum. Og það ágætt að því við ætlum að hafa þetta fremur stutta flugu, þá jafnvel bara málið að hnýta hann bara niður svona. Skilja bara eftir örlitla skinnpjöllu. Svona. Agalega fínt. Bærum við aðeins fyrir framan og tilbaka aftur. Búkurinn í þessum litla fisk Dub, Hera Iced Up, eða Hare's Iced Up, þessi litur heitir Grár frá Hareline. Skemmtilegt efni og auðvelt að vinna með í svona verkefni og ég byrja rauninni bara á að dubba eins og við erum vön að gera þegar við erum að dubba. Nokkuð snyrtilega núðlu.
Þegar ég er komin cirka halvan bókin eins og núna, held ég áfram í sama dubbi, nema ég breyti aðeins taktík og ég tek svona klump út og jafna hárin svona örlítið eins og ég get. Þá er ég með svona gaur. Svo legg ég hann hérna á ská. Svona. Fylli aðeins upp í hérna. Og svo aftur. Það dettur alltaf eitthvað úr og það er bara í fínu lagi. Svona og svo síðasta skammturinn af dubbi í bili. Svona. Ára skinnið. Tósum það þétt fram. Fyrst ágætt að setja einn vafning fyrst svona til að stýra þessu. Svo byrja ég að setja átak. Hérna er alveg klassískt að klippa þráðinn. Hausinn má alveg vel vera í stærra lagi. Það er í fínu lagi, við ætlum að klára þetta með 3D augum og UV-lími. Þannig að við þurfum ekkert að hafa miklar áhyggjur af þessu. Það er líka ágætt þegar maður er að gera með þessu augum að rosa gott að geta gert lítinn og nettan haus og hann á sér sinn stað en ekki í þessum flugum vegna þess að við þurfum alltaf að búa til smá plattform fyrir augun. Hvað ætlum þetta gott? Svona, hérna er ágætt að finna greiðuna, hún er hérna. Ágætt að busta þetta aðeins út. Svo ef við ætlum að vera alveg gríðarlega smámunasum, þá getum við farið að snirta þetta aðeins til hérna. Mér finnst alveg í fínu lagi að skilja eftir aðeins hérna á
þessum hárum sem að leka hérna aftur. Kannski ekki öll en allt til að skilja smá eftir. Finnst það bara flott. Svo getur maður náttúrulega haldið gjörsamlega endalaust áfram. En á einhverjum tímapunkti er ágætt að bremsa sig af. Svona. Augun. Ég er ennþá með þessi 4 mm epoxy augu. Þetta eru bara venjuleg augu, bara með svörtum steinum eins og þið sjáið. Þið er komið til með að sjá. Þetta er til í öllum litum. Svo er það bara í ykkar höndum hvaða litur ykkur finnst svona henta hverju flugu best. Það er hægt að nota þetta sem einhvers konar hotspot eða svona attraktor í einhverjum skærum litum. Svona svo dæmi sér tekið. Þá byggjum við hausinn. Ég er rétt sett örlítið af svona þykkara UV til þess að tylla auganu og klára þetta síðan með þynnra UV. Svona, nú fer þetta nú að klárast hérna hjá okkur. Svona. Nú að síðustu, áður við segjum staðanumið. Þá setjum við smá lakk yfir hausinn, bara örlítið, ein umferð er alveg nóg. Og undir líka. Svona. Hot chili, einhvers konar smáfiskur, klár og tilbúin í bóksið. Takk fyrir mig.